eins og þegar ég kom inn til landlæknis eitt af það sem ég vildi gera varðandi það var átti að vera sko eftirlit með misnotanlegum lyfjum. Eitt af það sem ég vildi gera, ég vildi fá að fara reyla og fá að vera með löggun á vakt. Sjá hvað væri sem það væri að díla við sko. En það var alveg bara nei, við erum hérna við varstu þá að vinna hjá landlækni? Já, ég vann í 17 mánuði hjá landlækni og það var bara strax á fyrsta mánuðunum sem ég komst að því að lyfjagagnagrunnurinn var ekki áreiðanlegt eftirlitstæki. En það annað sem mér kannski langt til að spyrja það kom upp mál tengt lyfjagáttinni sem það sem að kom á daginn að óprúttnir aðilar eða starfsmenn í apótekum gátu bara fengið fullt aðgengi að þessum gagnagrunni og flett upp einstaklingum. Já. Ég held að sé búið að taka fyrir þetta núna en á þessum tíma var það þannig að það gat einstaklingur til dæmis náð sér í upplýsingar sem að hún gæti jafnvel nýtt sér til sem féþúu sko Já, það var fjárkúamenn jafnvel. Já, það var vandmál, mjög vandmál. Já. Er það ekki, myndi það ekki skrifast á ábyrgð landlæknis einhvern veginn að lyfjagáttin sé svona illa hönnuð? Þetta var jú, því að apótekin höfðu beðið það, ef ég hef skilið rétt höfðu apótekin beðið það að apóteksstarfsmenn rétt eins og starfsmenn annar staðar í heilbrigðisþjónustunni væru skráðir sem einstaklingar fyrir sínum uppflettingum. Já. En uppflettingar í apótekunum voru bara skráðar per apótek. Og þess vegna aðeins flóknar að finna út hver var það sem lag. Á meðan að ef að fingraförin eru á alveg frá upphafi þá tekur enga stund að rekja hver það var sem lag. Mér fannst þú skrítið einmitt að því að persónuvernd hefur sko sektað stofnanir og lagt svona stjórnvaldssektir á embætti og stofnanir fyrir svona mistök. Já. En í þessu tilfelli þá var einhvern veginn landlæknir skrifaði einhverja greinagerðum að laga þetta og þetta og það var engin viðurlög við þessum en landlæknir fékk að með minni 11-12 milljónir sekt fyrir einhvern tíman að það lág í örstuttan tíma galopið einhverjar upplýsingar sem að enginn átt að komast í. Já. En segðu mér svona hvað þið finnst sko þegar að það kemst upp að einstaklingur svona misnota lyfjagáttina. Já. Með einhverjum annarlegum ásetningi þetta var, ég man sko lyfjaverslunin kærði starfsmannin til lögreglu eðlilega en lögregla rannsakaði í stuttan tíma og gaf síðan út að það væri ekki hægt að finna út hvaða starfsmaður hefði verið þarna á ferð en persónuvernd hins vegar talaði í sínum útskýringum að tiltekinn starfsmaður hefði náðst á eftirlitsmyndavél við þetta. Já. Þannig að það væri búið að finna það út sko. Já. Finnst þér þetta ekki einkennilegt? Mjög svolítið skrýtt að löggan hafi ekki gert neitt meir í þessu því að þessi sami starfsmaður, þetta var líka við svo rekjanlegt af því að þessi sami starfsmaður gæti ekki stilt sig og áframsendi upplýsingarnar í einhverjum tilvikum til. Já. Akkurat. Þannig að þá finnst manni nú alveg stórundarlegt og mikill slappleiki að geta ekki gert neitt meir í því. Já.